ætlar að vera með drops enabled. Já, ekki. Þú veist, hvað þessi drops? Er það bara ekki spray eða eitthvað? Já, fer sprays in game. Jáknar Hörgudals á móti Musteri Stykkishólms. Hvernig enable maður drops, Steini? Já, bara verið í channel settings, er það ekki? Já, tengdu hérna, til þess að fá droppin, það voru að tengja Battle.net við Twitch accountið þitt. Ertu með það tengt eða? Við erum að tala að svo að OS Ísland geti enable drops. Já, þeir ég veit ekki það, Steini veit það. Þú þarf að fara í channel moderation, channel moderation og drops. Þannig vinstra creator dashboard og svo það er svona enable tæki. Hver sér þetta channel? Hérna, það voru stæðslegt. Hver er svona moderatorinn að því? Þau eru náttúrulega öll moderators held ég í stjórninni og svo held ég að Naxi er að streama inn á. Já, ok. Og channel er núna að fara í live. Hvað er Musteri á móti djáknum? Musteri Stykkishólms á móti djáknum. Hvað var það? Jáknar Hörgárdals. Hörgárdals. Er ég að ruglast? Musteri Stykkishólms versus... Og Hörgárdals. Hörgárdals. Já. Það posta þessu ykkur starf. Já, en tí.
Getur gert lobby fyrir þau því að þau kunna það ekki. Já. Þetta er ekki það er mikið vandamál, sko. Sjá. Getur þú reddað einum í liðinu á hinu? Eða veist, ég man ekki hver var í því. Manstu það? No mistake. No mistake, alveg rétt. Mistake, getur sem með hann í náttúrulega. Jó. Það voru hægt að segja þetta. Hvað meinar þau? Pirrandi. Þetta er eins og þú sagði áðan, þetta eru keikur hjá honum. Já. Já, heimikið gvendur. Engin sters. Engin styr. Úff. Já, við gambluðum þetta í gær, þannig að það bara fór all. Ég held að við 7 styrs. Já, ég veit ekki alveg. Hvað er að frétta? Já, ok, hérna fór þetta hér. Má sjá hvað ég er með. Nei, ég er líka með. Æ, andskotinn. Æ, ég sver að þetta er eitthvað rigga, sko. Þú blótaðir. Blótaðir. Nei, nei. Þetta er rigg. Frónar ekki riggt. En já, spurning að hendi í Kastakams. Já, byrja hans. Þannig að vera svo stutt í leik. Ok. Ég reddi í kasta skam. Já. Já. Þetta er nú 2 svakalega liðina, sko. Hendi mig í Kastakams, wow. Það eru Musteri Stykkishólms og Djáknar Hörgárdals. Ertu búinn að setja því í... Já, Woo! þú ert búinn að gera það. Woo! Og í musteri er Hreyrim, Twintail Fox, Shameless, Macely Fox, Jojo og XX Master X. Þetta vantar. Lilja, þið langar að taka Djáknar. Djáknar, það eru No Mistake, Jensæ, Ronni, Slugsi, Dragon Slayer og Mistake. Þannig að við erum við No Mistake og Mistake. Dragon Slayer. No Mistake er DPS þeirra og Mistake er tank hjá þeim. Hvern vantar í liði hjá Musteri? Vantar Shameless. Shameless. Já, Shameless and Nasarian.
Já, og maður sjá. Djáknar eru í 4. sæti og Musteri í 5. Bæði búin að vinna 1 og tapa 1. Og eru þá jafn í stigum. Verður þetta þá leikur upp á nánast upp á hver mun komast upp áfram í útsláttarkeppnina. Já, þetta getur verið spennandi leikur. Stressó! Stress Oh og my stress god. og- Og Musteri átti nefnilega gríðarlega jafna leik í seinustu helgi á móti Á útlögum. móti útlögum sem við vorum að kasta í gær og útlegar stóðu sig frábælega og unnu 3-0. Þannig að þeir hafi fengið svona smá spark í rassinn og bara ákvaða að bæta sig helling. Þannig að Musteri, ég er spennt fyrir þessu leik þar sem að bæði liðin eru mjög sterk. Þeir eru með mjög sterka tanka, DPS og healerarnir þeirra eru líka on par. Let's go djáknar, segir Steak Soup. Steak Soup. Og sjá. Hver ber sigur? Það er bara mjög góð pæling. Það ætla að búið til pól. Djáknar Pól, já. eða Musteri. Kjósið núna! Custom Cams voru að koma núna á stream. Sjá okkur falleg. Já. Ekstra fallið í kvöld. En já, þetta verður gríðarlega jafn leikur. Hvað veitum við? Ég veit það bara, ég bara veit Geti það. fara að báða. Ég þarf að sækja þarna skriptið býta eins. En spurning að senda bara Casters R. Jú, ég er ready bara vunur. Djáknar tilbúnir. Já. Djáknar ready. Og bara pæling hvort að Musteri mun. Já, kannski taka fram að þetta streymi er styrt af Bang Energy. Sykurlaust, fitulaust, engin aukaefni, engin matalitur. Það er eiginlega ekki neitt í þessu nema bara hrein orka. Fuel your gaming. Þetta er líka að passa við hárið mitt. Þannig að litur hann á Bang. Gott stöf. Mætti halda að ég hefði planað þetta. Jæja. Það er aðeins bið á Musteri. Þeir eru að örugglega ræða þetta eða einhver eru að koma sér fyrir. Þannig að við erum þolinmóð. Þeir eru að setja upp eitthvað crazy gameplan. Nei, það ekki, ég held það sko. Það er 4-2 fyrir Musteri. Nei, það er 4-4 núna. Það er 50-50 hver vinnur. Pólunni. Já. En já, það er svolítið líka leikur í gangi á Óróts Ísland Twitchinu. Það er Þorbjörn Grindavík á móti Berserkir Bifrastar. Þannig að það er mikil content í kvöld í almenna byggandum. Bara alla þessa helgi, þetta er fyrsta já. skiptið það sem, við höfum svo sem líka verið að streama svolítið í allar hérna. Þetta er svona fyrsta official, það sem að bæði streamin eru undir þarna
R-I-S-I, nokkurnu veginn held ég. Og við erum stolt að vera loksins partur af því. Þetta kom svona frekar óvart inn að við fórum að kasta. Líka að tala með að búa rúmi núna. Já, fluga 75, ég finnst flott að kynningar eru búin að búa vel rúmin sín. Það er að gera, við þurfum að hafa þetta fínt fyrir ykkur, sko. Gott að ég myndi ykkur á það allavega. Ég myndi það alveg. Bara alveg kötturinn var eiginlega ekki alltaf því að nýbúin að búa rúmið. Það kom og setja loppurnar á og það var allt ekki nóg gott, sko. Jæja, hvað segja þeir eru ready? Þeir eru ready. Þið allir ready. Förum inn í leik. Let's go. Jæja, þá er það Busan, fyrsta map. Sem er búið að vera fyrsta mappi núna í þessari viku. Já, það er að Busan núna og Steinuselgi var það á Oasis, var það ekki? Já, ég tek hérna, ég skal taka line-upið fyrir Djákna og þú tekur Mystery. Já. Þegar þeir poppa upp á hérna skjáinn eftir stutta stund. 5, 4, 3, 2, 1. Já. Þá er það No Mistake á Widow. Jensai er á Hogg eina ferðin en við vitum að hann er glæsilegur Hogg. Ronny á Mercy, Sluxi á Soldier, Dragonslayer, Moira og Mistake er komin á Sigma. Ég ætla ekki að ljúga, ég glemdi að slökka tónlistinni, en Twintelfox á Mercy, Mazily Fox á Ash, X-Master X á Reaper, Wifi á Moira og Jojo á Zarya og Shameless á Reinhardt. Sjáum hvað þeir gera, við sjáum að Djáknar ætla að fara mid sýnist mér, fara greinilega beint að punkt og Mystery gera það sama. Þannig að við erum að fara að brawla eftir örstöldu stund. Sjáum hvernig þetta fer. Jæja. Shameless er að halda pressu á frontlininni. Þeir eru að reyna að eyðileggja skjöldin í Djáknum. Sjáum hvernig Jensai heitir Hook, hann hittir ekki. Master XX tekur No Mistake en Sluxi tekur Master. Jensai þarf að setja pressu á frontlínuna þegar þeir ætla að ná einhverjum killum hérna. Sluxi er kominn í svona front rætlæðið. Jensai followar eftir honum en þeir eru ekki að ná miklu í Djáknum. Mystery er að halda punktinu vel. Shameless tekur hérna Sigma, Komið Shatter. Glæsilegt Shatter. Nær Ronna og Mistake í því og þau falla bæði. Ég bjóst ekki við að hann myndi ná Shatter svona snemma en það er greinilega hérna að gerast oft í þessum leikjum að Reyna bara að farma Shatter. En við sjáum núna að Sluxi er komið með Visor og Dragonslayer er með Coalescence. Svo er Ronny líka að fá Valkyrie. En í hinn liðinu hjá Mystery eru eiginlega allir með ulti nema Master og Shameless. En við sjáum hér að Shameless gæti farmað mjög hratt. Charger Sluxa og drepur hann bara. No Mistake tekur reyndar Mazily, Dragonslayer tekur Wifi, en nú er Master á No Mistake og hann tekur hann. Ronnin er ressi á No Mistake, mér sýnist þeir fara á punktinn í Djáknum. Shameless er öðru chargi á Sigma, en Mistake tekur hann. Það var flott pick sjá hérna No Mistake. Og Shameless er þá strax komið ulti aftur. Þeir eru eiginlega bara með öll ultin nema Master, hann gæti alltaf farmað það mjög hratt. Bara 3 ulti í hérna Djáknum. Bob hendur út hvert. Gæti við að verið misklikk eða fatfingur eða ekki hitt á punktinn hana. Og No Mistake tekur Mazily Fox.
Mistake fellur. Shameless þarf ekki að nota neitt hérna ef hann spilar þetta rétt. Sjáu þessi charges! Maðurinn hættir ekki. Hann hættir ekki. Vanlega sagt öllum reynum að unbinda charge en það greinilega ekki á við Shameless því að hann hitti hverju einust charge í þetta. Hann hitta 4 held ég. Muster þá komin upp í 90%. Klukkan fyrir að teka mjög hratt núna. Ronni poppar Valkyrie. Og Sluxi poppar Visor. Samt ekki að ná miklu Value, nei, en no mistake fellur fyrir Master. Ronnin bara að ressa no mistake bara hliðin á Master. Shameless nær báðum healerunum. Ronni fellur, Dragon Slayer fellur. Jojo að falla. Hann fellur líka og Wifey. Einu sem eftir Twin Tail Fox, hún nær ekki rassinu. Flott take hjá þeim í djáknum. Sjáum hvort að þeir ná að halda punktinum. Það getur fara á báða vegu. Við sjáum hérna Meisli að reyna að pikka eitthvað á vinstri línunni. Þeir eru grunnlega öll að fara vinstri. En þeir eru að svara í djáknum með því að búin til pressu svo þeir geta ekki valtað yfir það. Dragon Slayer fellur fyrir Meisli. Ronni nær ressi, Meisli tekur slugsa. Shatter frá Mistake. Breki frá No Mistake. Fyrsta skiptið sem að Shameless nær ekki charge killi. Þeir eru að halda í punktinn á þunnum þræði hérna, en mér sýnist þeir náði. Master á að falla hérna. Og mér sýnist, Twin Tail Fox kemur inn. Reynir að halda í punktinn, fer í overtime. Wifey poppar ulti, fellur strax og djáknar taka fyrsta map. Já, fyrsta roundið í fyrsta mappi. Já, fyrsta roundið í fyrsta mappi. Þetta var bara, ég bjóst við að Musteri myndi ná að halda punktinum aðeins lengur, en þeir mista hann eiginlega bara á 99% og þeir náðu ekki að recontesta hann aftur því miður. En hins vegar mjög vel spilað hjá báðum liðum. Þá sjáum við No Mistake komin yfir á McCree, Jensai á Zarya, Ronni, Mercy, Sluxi á Soldier, Dragon Slayer, Moira og Sluxi á Doomfist. Og Mistake á Sigma aftur. Og yfir í Musteri þá Twin Tail Fox á Mercy, Meisli Fox á Ash, Master á Reaper, Wifey á Moira, Jojo á Zarya og Shameless á Reinhardt. Sluxi eitthvað að reyna að leita að einhverju, hann kemur læðandi eftir þeim. Vonandi nær hann einhverju killi hérna. Nei, hann fer inn í þá. 3 móti. Mér finnst að djáknar hefði átt að setja pressu þegar Sluxi fór inn. En þau gerðu það ekki. No Mistake að reyna að henda út damage. Sluxi nær Shameless. Flott hjá Sluxa. Jojo tekur Ronna. Og Wifey tekur Sluxa. Bæti splittað upp á milli McCree og Reaper. Þetta svolítið splittað hjá þeim hérna í djáknum. Svolítið mikið út allt. Tankarnir og DPS-inu eru ekki á sama stað. Jojo tekur Mistake. Twin Tail tekur ressið á Meisli. Og hérna, hann svolítið að stóla hann No Mistake. Gæti verið ditt fyrir það. Hér sjáum við að Jojo að fara að fá Graviton. Wifey að fá Coalescence. Þau gæti kombo á Graviton Coalescence ef þeir spila þetta vel. Shameless tekur chargeið eina ferðan enn. Nær einum en nær ekki killinu. Hann tekur sann Sluxa. Það einhverja punkt frá djáknum en Meisli tekur hann í tuktusið. Þeir að reyna að pressu á framlínuna. Sluxi fer inn, Sluxi fer út. Flottur steinn. Shameless tekur 4-man shatter. Nei, 5-man shatter.
Jojo, hann þarf að hjálpa hérna, Jojo fellur, þetta getur verið dýrt fyrir musteri. Þeir taka 3 í musteri, en Djáknar taka Gott stun hjá No Mistake á Master. Stoppar. alveg svaklega gott stun. Meisili tekur 2. Vonaði að geta haldið áfram. Nei, mér sýnist að Meisili mun falla eftir örstunda stund. Á meðan Djáknar taka... Nei, Shameless er kominn á punkt að halda í þráðinn. Er rétt náði hotnin hana. Já. Jensai tekur Wi-Fi. No Mistake poppar ulti, hvað heitir þetta ultið hans, Mikrís? Deadeye. Deadeye. Ná, ég kalla þetta bara Hænún. Res frá Ronna á Dragon Slayer og Djáknar halda punktinum. Núna þurfum við að taka high groundið til að passa að þeir fara ekki fá ekki ómikið pláss eða space eins og kallast. Musteri fara allir vinstra megin og mér sýnist að Djáknar viti af þeim. Flott. Ulti hjá Mistake. Tekur 3 hérna. Og Jensai poppar síðan Graviton. En enginn svo sem fellur. Þau ná ressi á Wi-Fi en Jojo fellur fyrir Mistake. Shameless tekur annað charge kill á Mistake. Hann er bara óstöðvandi, hann Shameless á þessum ræðin. Þótt að þau hafi ekki náð sko mörgum killum í grafinu, það bjugguðu samt til rosalega mikið pláss og rosalega mikið svona þrett fyrir Musteri að díla við. Flott búbla hjá Jensai á No Mistake. Hann fellir samt sem áður. Shameless er að lemja Jensai eins og hann getur. Báðir popparnir eru komnir út. Já. Shameless charger hann út af þannig að þeir geta kappa punktinn. Flott dynamite hjá Slugsa en enginn fellur samt sem áður. Ronni og Slugsi eru out of the fight. Og Shameless eru bara að reyna þessi maður. Þetta er bara kill eftir kill. Tekur chargeið á hann No Mistake. Meisili er að búið til pressu, að reyna eitthvað en Mistake er komið í andlita á honum. Flott ulti hjá Jensai, tekur Meisili Fox. Hún lifir af einhverju ástæðu. Það var greinilega ekki fókus á hana en Twintail fellur samt sem áður. Mistake nær Jojo. Gravital Flux. Gravital Flux. Nei, það er ekki það. Nei, ég man það ekki. Gravitical Flux. Frábær settir hjá Shameless. Nær Mistake. Náðu þeir að halda í punktinn. Spurning hversu langur þessi fight verður. Slugsi þarf að falla hérna eða það ná einhverjum sjens. Hann er ekki dauður. No Mistake nær Twintail. Bobbin er úti. Og Jojo fellur. Sýnist að Djáknar... Nei, kemur hérna Wi-Fi inn. Hún nær ekki að lala. Óheppilegt. Það er þá 1-1. Nei. Nei. Djáknar tóku fyrsta round og þannig að þetta er Djáknar taka fyrsta mappið. Ég er að ruglast, það sé ekki þetta. Já. Djáknar taka fyrsta play the game. Flott kill hjá honum. Meisili að skjóta hausa. Voða vel spilað hjá báðum liðum en Musteri náðu ekki að halda í, þau náðu yfirleitt punktinu fyrst en einhvern veginn náðu ekki að koma tilbaka ef þeir mistu punkt. En samt sem áður var þetta mjög vel spilað hjá báðum liðum. Ég er bara Shameless hjá Musteri og var að kremja alla með charge.
Ég held að hann náði örugglega 5 eða 6 killum bara með charge. Og hann náði einhvern veginn oftast að koma lífið tilbaka þar sem þið hefðu kannski þurft að refsa honum meira Akkurat. fyrir sitt charge. Akkurat, sammála því. En Djáknar tóku samt fyrsta mappið sem var búsan. Þannig að næsta mapp er Hybrid, eða ekki? Jú. Næsta mapp er Hybrid, Musteri, Elur. Svona. Bara edita. Jú. Edita overlayin, setja inn stíin. Kjötsúpan segir slugs er ekkert að slugsa. Hvað? Ég trúi ekki að Meisili hafi ekki dáið hana í þessu grafitón. Já, í grafi. Var hann ekki... Já, var ein í ein grafi, í sko. grafinu? Ein grafinu. Já, greinlega eitthvað miscommunication hjá, Djáknum. Kings Row er næsta mapp og Kings Row, let's go. Djáknar taka og Djáknar velja Defend. Þú að breyta mappinu, Steini, þar sem þú ert Já, líðir. ég er í þessum. Já, er þetta bara svona? Já. Ert þú með kannski eitthvað einsýn í leikinn, Danni? Það sem þú tókst eftir analistum að? Bara, þú veist, high ground takein hjá DPS-unum, mér varst gaman að sjá það. Þessi var Meisili og síðan var Hanzo að poppa, no mistake. Náttúrulega það bara ekki mistök að gera þegar Hanzo er mann. Nei, greinilega ekki. Þá er spurningi bara að hoppa í næsta map. Við erum ready. Djáknar. Og Mr. er ready. Let's go. Now entering Jæja. Kings Row. Initiating match. Ég skal taka Djáknar, þú tekur Mr. Yes. Fáum við þetta eftir 5 sekundur. Hvar þeir munu velja. Spurning hvort að við sjáum Jensæ á Roadhog, kannski, já, við sjáum hann Jensæ á Roadhog. No Mistake er á Widow, Jensæ á Roadhog, Ranni á Mercy, Slugs er komin á Torbjörn, Dragonslayer á Moiru og Mistake er á Sigma Innefernen. Og í Mystery er Twintail Fox á Mercy, Meisili Fox á Pharah. Var áhugavert að sjá. Master á Soldier, Wi-Fi á Moira, Jojo á Zarya og Reinhardt, nei, Shameless á Reinhardt. Heldur hann náði fleiri charge skillum? Pottþétt. Já, kemur ekki ávart. Shameless chargerinn, Jojo bublar hann og á sama tíma að fara Meisili Fox og Twintail Fox upp í loftið. Já, mér sýnist það að veri sterkur leikur. Þá er leikurinn byrjaður. Við sjáum No Mistake hérna vinstra plattforminu en Meisili setur pressu á hana, hann þarf að færa sig. Shameless er kominn í frontlínuna. Jensa heitir ekki Hookie. No Mistake tekur Twintail. Og þeir þurfa að bakka í Mysterum út af því að núna eru búin með báða healerna sína. Þeir þurfa að bakka þegar þeir ætla að halda einhverju. Ef við viljum ekki missa fleiri. Jú. Og ef við missa fleiri, þá missa fleiri sekundur. Jú. Þeir eru að fara inn í hægra hótelið, stóra hótelið. Meridian hótelið. Og alltaf hoppa gluggan sýnist mér. Meisili er húkkuð af Jensæ og Jensæ nær henni. Við sjáum hvort að það geti komið eitthvað res ef þeir hoppa niður. Held
náttúrulega náði ég ekki. Skilja Twin til eftir, hún aðeins sena hoppa niður. Shameless húkkar af Jensai. Næra brála eitthvað hérna, þeir eru að halda húsinu nógu vel. En Meisili tekin aftur af No Mistake. Hún ætti að þurfa að swappa að mínu mati. Það ætla að fara í No Mistake og Master tekur No Mistake. Það getur verið sterkt fyrir Mystery. Shameless hoppar niður. Charger Jensai. Master poppar á Æsir, tekur Ronna. Þann tengir við fleiri kill. Mistake low. Hann fellur. Jensai húkar Jojo en ekki killið þar sem Jojo var með húplu. Jensai poppar Whole Hog. Tekur Shameless. Sluxi poppar Molten Core. Og Meisili fellur. Hún notaði barrage en hún náði bara ekki neinu killi, því miður. Master í baklínunni eins og sérð, hérna top left. Þeir vita af honum. No Mistake ætlar að fara að leita af honum. Gá hvort að hann ná að tengja haus. Master þarf að spila þetta vel ef hann á að lifa og hjálpa liðinu sínu. Hann tekur No Mistake. Flott ult hjá Jojo. Jensai í bak, hittir ekki húki. Shameless nær charge á Slugsa. Roadhog í holder. Jensai ásækið. Þeir eru bara stólan held ég, sko. Já, mjög vel spilað hjá Mystery. Master með hérna 2 kill á No Mistake sem voru mjög mikilvæg kill. Það var líka mjög áhugavert að pusha þeim að fara alveg hægra meginn inn í hús og taka síðan high ground og fara bak við. Shameless að reyna að charge ykkur út af henn. Nei, maður hefði kannski hjálpað þeim að vera með Lucio til þess að komast hraðar og það voru að vera svolítið stoppuð og Shameless var húkkar af Jensai. Akkurat. Shameless að halda góðri pressu á frontlínunni, þeir geta lítið gert í djáknum. Nema No Mistake tekur Meisili en við náðum ressi. Shameless að halda góðri pressu, íta þeim bara í burtu. Við sjáum hérna að Sluxi í smá bobba. En hann ekki tekinn, jú. Jojo að rústa Sluxa. Og við sjáum að Ronni frábært settir hjá Shameless. Dragonslayer að reyna að halda flott ult. Hann fellur samt sem áður í miðju ulti. Dragonslayer hefði þurft að halda Coalescence beaminu á Mistake. En Mistake svissar yfir í Rein og Dragonslayer á Baptiste. Sluxi fellur. Ressaði samt fljótlega eftir það. No Mistake fellur fyrir Master upp á high ground. Hann búinn að taka hann 3 núna í þessum leik. Greina mjög góður í að skjóta hausa hann, Master. Sjáum hérna Meisili á high groundinu að setja pressu. Bob kominn út á punkt. Flott Bob hjá Sluxa. Og Master fellur. Tókuðu bara að stoppið þetta push alveg. Já, þessi Bob var mjög góður á punktinum. Sluxi hérna overextenda svolítið. Hann gæti við í smá vandræðum. En nei, hann kemst út. Jojo ætlar að elta hann og Shameless. En hann kemst út. Meisili tekur No Mistake. Flott ult hjá Jojo. Flott coalescence frá Vaifi. Taka 2. Spurning hvort að Master noti Visor þess að svona klára upp en... Það væri ekki sterkt nema kannski bara eftir örfsta stund þar sem þeir eru að staggera svolítið í djáknum. Hann poppar því núna. Flott ult til Jensai, hann deyr samt strax. Þeim enginn til þess að fylgja þið upp. Nei, nákvæmlega. Ná þá point C, við hafa 2 mínútur og 16 sekundur eftir sem svona, svona meðalagi. Bara byggt tími.
Unni hvernig staðan í hinleiknum. Berserkir Bifrastar eru með 2 möpp á móti Þorbjörn Grindavík sem eru með 0 möpp. 2-0 fyrir Berserkir Bifrastar og eru það á seinasta mappinu sem eru Volskaya Industry. Svona fyrir þá sem eru ekki að horfa á bæðistreaminn og svona gefa smá innsýni inn í hvernig að ganga hinum megin. Akkurat. Við sjáum hérna Nómisteg er komin á Vidda á eina ferðin enn, Jensæ á Rotok, Ronni á Mercy, Dragonsleir á Moiru, Mistake á Reinhardt og Sluxi finnst líklega, hann fyrir á Junkrat. Og yfir á Musteri þá er Twintail Fox á Mercy, Maisily Fox á Ash, Master á Junkrat, Wifi á Moira, Jojo á Zarya og Shameless á Reinhardt. Nefnilega Rotok er nánast ekkert spilað núna miðað við í fyrstu 2 vikunum sem að það sem var bara Rotok Zarya nánast bara. Vegna þess að hann var tekinn og nerfaður svolítið. En það er fínt að vera komin aftur í gamla Overwatch sem þetta þar sem það var bara Rein Zarya og svona aðeins hægara gameplay. Akkurat. Aðeins minna fyrir mistök finnst mér. Jens var að pusha svolítið aggressíft inn í hótel. Flankhoggið nær Master. Flottur húk hjá Jensæ. Ronnin er ressi á Mistake. Þar sem að Shameless og Jojo bara skildu liðið eftir eða jogna eftir bara frítt, hann er eitthvað bara ressa frítt. Shameless nær charge á Mistake. Hann að leggja greiði kallinn í einu. Nei, það er bara sjástu þetta, Mistake tekur chargeið á Shameless, bara playing his own game. Notaði bara Uno reverse card og bara Uno reverse card. Jensen að Jojo. Eitthvað með þér að vera charge sko. Hann er búinn að taka hann aðeins og off í þessum leik. Mistake ætlar að halda pressu í frontlínunni. Samkvæmt að liðið fallar upp, mér sýnist það. Frábær húk hjá Jensæ. Shameless ætlar að reyna að chargea. Og það er bráli í gangi. Hýtur að vera Punisher, Já, hann tekur ná svona Sluxa Sluxa. En Ronny nær ressi á Sluxa. Við sjáum hérna Maisily upp á hægrundinni Junk. Sluxi reynir að Punisher hana, nær henni ekki. Dragonsleir er bara að chilla á punktum. Spurðu hvort að hann Jens sé að fara fyrir flankið upp í hægri megin. Hann ætti að hjálpa No Mistake þar sem Maisily tekur No Mistake. Og Bobber hendur út af Maisily. Jensæ ítir hann bara í burtu, segir bara hingað ekki lengra, tekur Shameless. Valk hjá Twintail Fox. Frábær húk hjá Jensæ. Twintail Fox ressar. Bara frýtt ress. Frábær shatter hjá honum Mistake. 5 manna shatter. En því miður ekki nógu gott follow-up á það. Eða Frábær drittæður hjá Sluxa. Sluxi Shameless þarf að falla hérna. Jensæ tekur Master og Twintail kemst út. En Sluxi fylgir hart eftir á. Já, No Mistake tekur hann bara í rassinn. Það skýtur ör í rassinn með þig. Fekk ör í hnéð og dó. Þetta er svo gamalt mín. Tökkan er að tuðin í. Ég held að tjatti muni að appreciata þetta quality mín. Þetta er quality mín. No Mistake tekur Maisily, Mistake tekur Wifi. Frábær húk hjá Jensæ og tekur Jojo. Hann er komin aftur með whole hog. Ítir Shameless bara í burtu. Hann getur ekki tjálsarkan þetta, kallinn. Ítir hann út fyrir endimörk alheimsins. Alheimsins. Það vantar eiginlega hérna skinn á Rein sem hérna Buzz Lightyear. Ljósa. Jensæ var í gríðarlega góðri stöðu, var svona á þess að bara Graviton frá Jojo, Shameless kemur á Charger. Jensæ fellur, Dragonsleir poppar Coalescence. Ég veit ekki alveg. Þetta var svolítið mikið waste á Coalescence. Það sem þau voru bara 2 eftir, Twintail Fox, Ressar, Master. Eiga 4 mínútur eftir til þess að ná punkt C.
Slugs er að reyna að henda út damage hérna. Þannig að spottaður frekar hratt. Ímynda mér damage sem að Master er að henda út. Mistake er komin mjög framalega í frontlænið. Easily fellur fyrir No Mistake. No Mistake tekur Measly box. Frábært sjattir hjá Shameless. Hittir samt ekki chargeinu. Og þeir íta þeim bara í burtu í djáknum. Þeir þurfa að stabilisa hérna. Jojo fellur fyrir Slugsa, No Mistake tekur Measly. Twin Tail Fox nær ressi á Jojo. En það er Slugsið með Riptire. Jojo er ennþá lifandi, reynir að halda í punktinn. Waifi reynir að halda Coalescence Beam á Jojo en hann fellur samt sem áður. Waifi að standa sig eins og hitja en hún er tröppuð. Hún er ennþá lifandi. Shameless er komin inn. Ronny nær ressi á No Mistake. Master að reyna að henda út einhverju damage á lið en Jensai er með leysigeisla í rassinn á honum. Kemur soundbarrier frá Dragon Slayer. Svolítið með lífið að þau taka punkt C með 2 mínútur og 21 sekundi. Já. Þeir náðu að stóla alveg 1 mínútu held ég þarna. Það var svona besta í stöðunni sem gátu gert í musturum. Hvað gera liðin þá? Gætu séð kannski Mei henda út hérna hjá djáknum. Var gaman að sjá það. Þá geta þeir hérna punishað Shameless fyrir þessi charges. Nei, engin Mei. Það er No Mistake á Hanzo, Jensai á Zarya, Ronny, Mercy, Slugsi, Soldier, Dragon Slayer á Moiru og Mistake á Rein. Attackers incoming in 30 seconds. Jæja. Lilja, ert þú þarna ennþá? Já. Ok, ég held að það hefði kannski dottið út. Ég var að lesa chatið bara hérna. Já, það eru heitar umræður í gangi sem ég veit ekki hvað þær eru eitthvað að það séu 2 haffar í keppninu og í sikkur riðlunum. Við sjáum hérna að Musteri ætla að taka hægrandi aftur. Measly er að reyna að setja pressu annar staðar frá. Shameless er komin í frontlínuna á plattforminu. Dragon Slayer tekur Measly, hún var svolítið ein þarna. En hún kemur sterk inn þegar þeir eru búin að taka húsið. Mistake gæti... Slugsi hefði getað verið landið í vesinu þarna. Shameless náði næstu charge á Mistake. Já, en No Mistake er einn uppi núna. Þeir ná No Mistake, Slugsi nær Waifi. Þeir eru að fara í baki að þeim núna. Twin Tail Fox nær ressi á Waifi. Jojo tekur Mistake. Og Shameless er að lemja hamrinum, ýta þeim í burtu. Þeir fara inn í hótel Jojo og reyna að halda liðinu sínu lifandi. Jensai fellur, Slugsi og Dragon Slayer einu eftir punkt og þeir falla báðir. No Mistake er að reyna að ná okkur damage fyrir ulti sitt. Shameless og Jojo valta bara þarna yfir og eru bara að taka eins mikið pláss. Tekur Mistake, þessi maður! Hann er greinilega búinn að æfa þetta. Jensai, Ronny, Slugsi og... Frábært sjattir hjá Shameless! Já, þetta var... Cancela samt ressið frá Ronna. Þannig þeir eru... og þeir eru með betra spawn. Þannig að það er allt í lagi að hann fjallina. Þá getur þeir bara pússað frítt í musturum. Svona Shameless er komin bara strax og sjáum að Slugsi í djáknum, hann er lengst aftur og ekki svona nálægt því. Frábært út hjá Jojo. Mistake tekir aftur í charge.
Shatter frá Mistake. Og þeir taka 3, 4 í djáknum. Frábærlega vel spilað hjá þeim. Glæsilegt hérna settið frá Mistake sem bara opnaði fyrir þá. Þannig að Musteri þarf að halda núna punktnum. Sjáum hvort þeir geta fullholdað eða hvort Þetta er Bastion, let's go. Let's go, Pirate Ship. Það er ennþá, ok. Við höfum ekki séð Bruce Wayne og Batman í sama herbyggi, svoleiðis umræða. Hvað er að segja, Happy Cool sé ykkur annar maður í lower bracket. Að Happy Cool sé Happy í Þorbjörn í lower bracket. Það er conspiracy theory. En ég sjáum hérna í djáknum þá er No Mistake á Widow, Jensai, Hog, Ronny, Mercy, Sluxi, Junkrat, Dragon Slayer, Moira og Mistake á Ryan. Og tökum hérna Speedrun, Twintail Fox og Mercy, Missile Fox og Ash, Master og Anna, Soldier, Wifi og Moira, Jojo og Saria og Shameless á Reinhardt. Bara bím, boom. Bara bím, bara boom. Fylgur hún góð í þessu. Það var alltaf að taka, áður en maður byrja að kasta, taka steppi var að tróðast í... Við sjáum hérna að djákna ætla að fara bara beint inn í miðjuna. Getur Meisli náðu einhverju damage hérna, hittir ekki Dynamite. Jensai fer í bak, nær hann hooki, hann er ekki hooki. No Mistake er að reyna að ná einhverjum picks hérna. Það er enginn í line of sight fyrir hann því miður. Meisli hefði getað fallið hana. Shameless er að halda góðri pressu en sjáum hérna Sluxa dissa út damage á baklínuna hjá þeim. Twintail Fox er mjög low. Mistake, charge Shameless. Nær pinninu. En Master nær Mistake. Jensai er ennþá í baklínuna eitthvað að reyna að kýtla þá. Master ætlar að sjá það, hann er bara að veita Jensai. Nei, hann nægir honum. Basically að reyna að halda lífi með Twintail. Og hann Sluxi hendur út Riptire. Þetta er svona... Reynir að finna einhvern. Ná warning tire, eitthvað. Get out of here. Til að sjá Shameless, sjá hann næri ekki tjartsinu. Það verður mjög skemmtilegt tjarts. Við höfum hugsanlega getað tekið Jensai eða Mistake. Jensai halda góðri pressu á frontlínunni. Miss Meisli að reyna að henda út damage en það er að ganga mjög hægt hjá henni í kvöld. No Mistake tekur næstu Missile Fox út en nær að bakka. Við sjáum að Meisli er að ná bobbinum eftir örstastund. Jensai poppar Hólhog. Ítilburt Bob er kominn út í spilið. Hann hoppaði bara yfir punktinn. Frábært út hjá Jojo, Graviton. Gott kombo, Dragon Slayer reynir að stóla. Hann hefði bara bakka og reyna að grúpa með liðinu sínu. Ef No Mistake nær að snerta punktinn, hann fellur samt sem áður. Það eru 5 sekúndur eftir af klukkunni. Master er að reyna að komast inn. Sluxi minni, hann snerti punktinn. En Master poppar Visor. Og Shameless shatterar Mistake. Og Musteri taka annan map. Taka map nr. 2. Map nr. 2, það er staðan 1-1. Getur þetta verið aftur hérna 5 tíma sesjón hjá okkur? Bóttið. Bóttið, þetta kemur ekki á óvart. Þetta eru hnífjöflið. Flottir hausar hjá honum. No Mistake. Heyrðu, Pirate Ship er copyright á útlaga. Svona. Henda hérna í...
Tjatti er on fire núna á Twitch. Það bara var mjög gott, mjög gott. Það verður að henda út memes hægri vinstri hérna. Vel spila hjá Meisli hérna. Leikurinn fór 3-0 fyrir Berserkir Bifröstar á móti Þorbjörn Grindavík. Jáhá. Þeim til hamingju með sigurinn. Já. Já. Þá er 1-1. það 1-1. Guðfinnur er mættur greinlega. Djáknar velja hvað er það? Assault. Assault map. Er það ekki annars, Steini? Ok. Ég ætla að henda mér og ná mér í eitthvað að drekka og stekka á salernið, kemur eftir hálfa sekundu. Já. Já, nú er það Assault. Assault. Þau ætla að velja Volskaya Industry og Djáknar ætla að taka Bauna inn fyrir Jensæ nema það þarf að innvæta honum Bauna. Jæja, ég er mætt. Það er einhverju teknilegir erfiðleikar hjá Djáknum. Það er restart hjá einum leiksmanni. Sigfinnur, ert þú kominn? Jú. Sigfinnur er mættur. Þú er búinn að ná að horfa eitthvað á leikinn eða? Já, ég sá hérna smá að Kings Row. Já. Það, sko, Shameless er bara eitthvað Unreal ræna þetta, sko. hann er að hérna íta fólki í veggi og... Hérna henni í Caster Cams. Jú. Líka, sko, þegar, hérna... Sko, Mystery, þeir fóru líka bara á highgroundi þarna fyrst og fóru bara og tóku þetta út. Já, lókuðu bara á hana mjög snemma byrjun rounds. Það var Jú. alveg rosalega gott hefðum bara að fara beint á hana og síðan á point. Ef við henda öðru polli inn í þar sem eru fleiri komnir, hvor halda að taki leikinn? Djáknar eða Mystery? Jæja. Þetta var gífurlega vel spilað hjá Mystery. Héldu vel í þá í endan. Endum hérna í Póll. Eitt Póll. Póll. Hann er mættur, Casters eru ready. Þeir völdu, hvað var Skæja? Yes. Og... Nice. Ég er nú svo banged up að bang energy að ég ætla að fara að drekka úr dósuna á hvolfi. Mystery ætlar að byrja á defend. Og breyta þessu.
sýnist að þau í musteri eru mjög sterk á defend. Að það geti spilað inn í kannski 1 vinn í viðbót, en maður veit aldrei. Þessi leikir eru mjög jafnir. Þeir eru það nefnilega, þetta er svona algjör head-to-head leikur, sko. Það bara, DPS-arnir eru að skiptast út að drepa hvern annan og tankarnir eru á okkur róli hérna. Svo ekki má gleyma supportunum sem eru að standa sig með prýði. Já, algjörlega. Við erum öll ready, finnst mér. Hver ber sigur? Ég ætla hérna, það núna búið að breytast yfir í 40% djáknar og 60% musteri, það var 50-50 áður. Það var gaman að sjá það. Jæja, það var það Valskaya Industries. Verður ykkur highlight klippa úr þessum leik hér, Sigurður? Ég þarf örugglega aðeins að kíkja yfir streamið, tast. Sjá fyrsta mappið og svona. Það var alltaf slatti að góða place í Kings Row. Þá hjá djáknum No Mistake á Hansá, Bauni er komið inn fyrir Jensai. Já. Hann er á Reinhardt, Ronni á Mercy, Sluxi á Reaper, Dragon Slayer á Moiru og Mistake á Sigma inni fyrir hennan. En hann er búinn að henda út mjög góðum grafi, hvað heitir útið hans aftur? Gravitic Flux. Er það ekki? Jú. Og í musteri þá Twintail Fox á Mercy, Macery Fox á Ash. Þau virðist vera að halda rosalega mikið í þetta kombo að Dance plus Ash. Master á Soldier, Wi-Fi á Moira, Jojo á Zarya og Shameless á Reinhardt. Það eru svona allt í allt Shameless búinn að ná svona 10 charge kills í öllum leikjunum hérna. Það er gaman að sjá það. Það stefnir í 100. Já, það stefnir í 100. Bauni er sterkur Rein, hann gæti gefa honum smá run for his money. Shameless er í vanda hérna, hann er 1 á móti 6. Frábært Dynamite frá Macery Fox. Tekur Dragon Slayer. Res frá Ronna á Dragon Slayer. Hendir Dynamite út, Sluxi tekur Master. Þeir eru hérna Sluxi er í bakinn á þeim, nær hann Jojo. Twintail er að reyna að halda Jojo uppi, Shameless ætlar að reyna að charge hann út en það gengur ekki. Mistake er í Bobba en Jojo fellur samt sem áður fyrir Sluxa. Við sjáum hérna Macery ennþá high ground, No Mistake er að reyna að taka hann út. Hittir ekki skotið, Macery tekur No Mistake. Frábært Dynamite frá Macery, hendir Bob inn í Megaroom, þetta er kannski aðeins of langt inn. Bauni er að reyna að frábært blokk hjá Bauna. Þau taka líklegast Shameless hérna, Shameless fellur, Wi-Fi, poppar Coalescence, Ronnin er res á Sluxa. Wi-Fi að reyna að halda í punktinn, Jojo er komin inn, Master er komin inn, Sluxi poppar Death Blossom. Og Jojo fellur. Þau taka þá punkt A. Mjög vel spila hjá þeim í djáknum. En þessi punktur hérna annarkvort er það bara steamroll eða þeir ná að full halda. Það er mjög erfitt að taka þennan punkt. Já, Sluxa að fara bakvið en þið taka hins vegar eftir honum. Já, hann er búinn með Death Blossom. Master fellur. No Mistake skaut hann í hausinn. En þeir náðu ressi, en Macery fellur strax eftir ressið. Gott Firestrike. Frá Bauna. Sluxa komin í bakið á þeim. Já. Gravitic Flux frá Mistake. Shameless ætlar að ná okkur myndan, nei, hann hittir ekki. Frábært shatter frá honum sem satt sem áður. Shatter, en ekki nógu mikið follow. Að reyna að halda, já, en það er ekki mikið damage eftir. Hann var bara að stóla, Jojo er komin yfir á ból. Ætlar að fara spin to win, líklegast. Og það er Master með Visor.
tekur Dragon Slayer en hann fellur samt sem áður, Jojo deyr. Þeir ná tikki, Wifi komin inn á punktinn að stóla. Shameless kemur chargeið, hann er stein í andlitið. Meisli poppar Bob en ekki á punkt því miður. Hleypur framhjá. Jojo komin aftur að reyna að stóla, kaupa tíma. Ná þeir að halda. Nei, en Coalescence frá Wifi. Nær hann að vera lifandi ná lengi. Nei, og Djáknar taka punkt B. Það spurning þegar Shameless shatteraður út af því að hann var ekki að fara að deyja strax. Hann var ennþá með allavega Mercy með sér. Það spurning hvort hann hefði þetta að reyna bara að halda shieldinu sínum uppi og býða kannski eftir 2 í viðbót eða 1, 2 í viðbót fyrir að reyna að ná meira value úr shatterinu. Kannski gefa 1 tikk og síðan fara inn, býða eftir liðinu. Það sem að shatter svakalega sterkur ability. En það er blótt það sem maður er að vera svolítið overwhelmed af enemy liðinu og maður bara hræddur að gefa þeim tikk. Það alltaf í stundum bara back off, býða eftir restina af liðinu sínu og fara síðan öllin í staðinn fyrir að vera já þau eru alveg að koma 1 tikk, við skulum fara one by one inn og deyja. Akkurát. En samt fínt hold. Já, samt sem var. mjög vel spilað hefðum. Við sjáum hérna No Mistake á Hanzo, einaferðin Bauni á Ryan, Ronni á Mercy, Slugsi á Ash, Dragon Slayer á Moiru og Mistake á Sigma. Og í Mystery þá Twin-Tail Fox á Mercy, Measly Fox á Pharah, Master X á Soldier, Wifi á Moira, Jojo á Zarya og Shameless á Ryan. Þau virðist vera rosalega mikið haldið svona svipað komp. Já. Það sem breytist mest Measly Fox á milli Ash og Pharah. Já. En það enda gott fyrir að núna No Mistake tók smá damage þarna og mjög litla hann hefði bara verið étinn þarna. Við sýnst að Measly Fox og Twin-Tail Fox að fara í bakið á þeim. Sjá hérna fara saman, þeir þurfa að bíða örlítið, hún ekki alveg komin strax. Þeir eru svolítið að halda góðri pressu í Mystery. Þeir fara inn núna. Já, frábært damage hjá, frábært hjá Measly Fox. Það náðu Slugsa líka. Þeir þurfa að taka Bauni fellur. Slugsi hérna á high ground að reyna að henda út einhverju damage á Measly. Hún bakkar aðeins, Master bara að, já, það bara svoleiðis. Það var ekki mikið meira heldur en þetta. Þetta var svakalega vel spilað hjá Twin-Tail Fox og Measly Fox að fara svona í bakið á þeim og koma bara að þeim í opnu skjöldu. Þau byggst ekkert við því. Bauni hérna að reyna að henda út 2 stræki. No Mistake komin á Widow. Gæti verið sterkur leikur fyrir þá að taka út Measly Fox, hún búin að vera mjög sterk núna. Jojo, Shameless og restan af liðinu upp á high ground núna. Tekur No Mistake Twin-Tail tekur Twin-Tail Fox. Þeir fara samt sem áður inn, sem gæti verið hættulegt fyrir þá. Þeir eru ennþá með main heal. Master tekur No Mistake. Þeir eru ekki, Bauni er í Graviton. Measly Fox poppar Barrage, tekur 2. Frábælega vel spilað hjá þeim. Og Master poppar Visor. Bara fyrir upp á Ná 3 tikkum. Dragon Slayer ætlar að snerta. Nei, hann nær því ekki. Þetta bara Þeir náðu einhvern veginn, þegar Master tóku No Mistake, það náðu einhvern veginn að snowballa bara frekar hratt þar sem Measly Fox var uncontested og náðu þessu frábæra barrage á liðið. Þeir eru ennþá að tala Haffa Cool og tjattinu. Jæja, hvað gera bændur þá? Herru, No Mistake, mér sýnst að vera alveg sama line-up hjá djáknum nema Slugsi komin yfir á Reaper.
Og í musteri það svipað líka nema Væfi á Moiru og Measly Fox á Trish. Attackers incoming in 30 seconds. Þeir náðu aðeins betri tíma hérna í musteri með 1 mínútu og 26 sekundur meira heldur en Dögnar. Þeir gætu nýtt það 5, með því að halda. 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Það hefði verið fínt að sjá Lucio kannski hjá þeim í djáknum, Djáknum. bara til að geta ná meira momentum á frontlínuna hjá musteri. Meisir aftur á hægrandinu að disso damage. Þetta er frábært line-up hjá henni. Nær hún no mistake. Hann er eitthvað. Master halda góðri pressu á no mistake, hann getur voða lítið gert. Shameless tekur charge á Dragon Slayer. Master reyna að halda pressu. Slugsy að koma í bak, sýnist mér. Hann ætlar eitthvað að kýtla það. Nei, bakkar. Meisli halda góðri pressu á no mistake. Hann er ekki að ná að geta gert mikið núna. Þar sem það er mjög mikið press á honum. No mistake reynda komin upp á húsið í miðjunni. Measly Fox tekur hann. Bauni er að leggja Shameless smá í einelti en hann fellur fyrir Measly Fox. 60 sekúndur eftir á klukkunni. Já, og Slugsy ætlar að reyna að koma sér út eða taka kill á Shameless. Nei, hann bakkar. Það er rest frá Ronna hérna á Dragon Slayer. Þeir geta ekki mist mann núna því að það getur verið mjög slæmt fyrir húsið hjá þeim. Slugsy er komin í gluggan að gera eitthvað skandal. Og Ronni poppar Valkyrie. Hann er með shatter frá Shameless. Nær 5. Já, en Dragon Slayer ætlar að reyna að snerta. Deyr. Fellur. Og mér sýnist þau gætu tekið Metra. Hammond kannski til að snerta. Sjáum hvort þau gera það eða ekki. Master poppar ulti, Slugsy ætlar að reyna að snerta 2 sekúndur eftir. Hann nær snerta punktinum, hann kemur overtime. Ronni ætlar að reyna að snerta líka, nær hann því? Nei. Og það er bara svoleiðis að djáknar ná ekki að fá tikk eða punkt. Score 2-2. Switching sides. Nú hafa musteri, hvað er það, 3 mínútur 26 sekúndur til að ná punktinum. Það getur allt gerst. Við ættum að vita það best af þessu fólki. Ég vil ekki ræða það. Eftir seinasta leikinn okkar, við vorum með 5 mínútur og náðum ekki punktinu samt sem aður. Það var frekar súrt. Ready for battle. En þá er no mistake komin yfir með Kree, Bauni á Ryan, Ronni á Mercy, Slugsy á Soldier, Dragon Slayer á Baptiste og Mistake á Zarya. Og greiðilega svipað og hjá mustinni svo hafa verið að spila nema Measly Fox er komin yfir á föru og restin heldur sér. Akkurát. En mér sýnist að þeir eru að spila í kringum Master og Measly Fox, þeir eru að standa sig svakalega vel. Að þeir eru alltaf einhvern veginn í sikrum endanum að disso damage í báðar áttir. Þannig að það er erfitt fyrir djákna að contesta þeir bæði. 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Sjáum hvort að Measly og Twintail fari aftur í bakið á þeim. Mér sýnist þeir alltaf að gera það. Já. Þeir fara yfir og í bak. Shameless er komin í frontlínuna á Bauna. Lemur frá sér hamrinum. Og þeir eru ekki búist við þessu aftur eina ferðina en jú, no mistake, hann býst við þessu. Gæti verið hættulegt. Dragon Slayer er í svolítið slæmri stöðu. Master er komin á hægrand líka. Nú þurfum við að díla við 2 DPS-a. Shameless er að chargea Bauna. Frábært shatter frá Shameless. Dragon Slayer fellur.
og slugg sér einu eftir fyrir kallinn og hann fellur líka. Og musteri taka map 3. Victory. Play of the game. Þau einhvern Shameless veginn, þeir í djáknum einhvern veginn mistu bara pressuna á frontlinenu og einhvern veginn gáðu þeim bara allt space sem þau þurftu til að koma sér upp á high ground. Akkurat. En eins og ég var að nefna áðan, frekar erfitt fyrir það að reyna að kontesta báða DPS-ana þegar þeir eru high ground og svo kemur Shameless sem er bara algjör lest í frontlineið. Já, 7 charge kills bara í þessum leik, bara svona til að setja það út hérna. Hann er að stefna á 100, menn segja. Þannig að hann er að stefna á 100, ok. Við erum hérna að Jæja, breyta skúrin alls nögt. já. Subs að koma inn. Þetta er í djáknum alltaf subba healer. Ronni er farinn út og Vöfflujárn er kominn inn í staðinn fyrir hann. Djáknar velja, manstu hvaða mapp, bara hvernig mapp á að velja næst, manstu það? Já, ég man það, ég þarf bara að taka þinn upp, við vorum í 3. borði og við erum að fara í 4. og það er Escort. Escort. Svo er það að svissa út, hérna, hver var það? Mistake er farin út og Jensa er komin aftur inn. Og mér sýnist þeir velja Dorado. Misteri velja Sæt. Við erum ekki búin að sjá Dorado spila. Nei. Það verður áhugavert. Þeir eru hugsanlega kannski að vonast eftir einhverjum góðum Viddoplays hjá Slugsa og Vöfflujárni. Vöfflujárn? Kannski er Vöfflujárn insane Viddomaker. Nei, Vöfflujárn er support. Það er No Mistake og Slugsi sem eru DPS. Já, heyrðu, ég er að rugglast afsakið. Já, það er alltaf leið. En ég meina, þú veist, support Viddomaker, skilur við. Support Er það ekki basically Ana? Já, það má ræða það eitthvað. Ég myndi frekar segja að Sen væri Viddomaker. Support Viddomaker. Já. Þannig meira svona skjóti í hausa. En hvað veit ég? Jæja, það er vatnspása hjá liðunum. Nei, það er vant. Vatnspása. Blíðmann. Þeir eru ennþá að tala um Hafa Cool í chatinu. Já, þeir eru ennþá að tala um Hafa Cool, búin að tala um Hafa Cool núna í klukkutíma straight. Landslið er bara Hafa Cool með 6 tölvur á accounts. Þau velja attack. Í musturum. Já. Látið okkur vita þegar þið ready. Og Dragonslayer segir við viljum vinna. Ég held að allir vilji vinna, sko. Það minnir mig á. Við viljum. Oh my god. Það er fössari. Fössari. Það er fössari. Við vorum bara að ræða það í gæra hérna að við ætlum að bjóða báðum liðunum kannski í hérna eftirparty eftir leikinn, kannski spila Marbles. Það er áhugi fyrir því.
Ég held í caster cam heads up allavega. Gríðarlega aktíft chatið, gríðarlega gott, gríðarlega skemmtilegt. Þóttu síðan 3 mínútum á undan, við erum í framtíðinni. Bæðinliðin eru ready, þannig við erum bara að fara að hoppa í 4. mappi sem heitir Rado. Fáum að sjá hérna vöffli á Vittu og Anna. Vá, hvað ég er fyndinn. Hvað ég mistaði þessu, það hefur verið að senda mér eitthvað skilboð hérna. Ég sagði bara að fáum að sjá vöffli á Vittu og Anna. Tjú, það sé ekki þetta. Við blessi sálinina hérna. Þakka þér, Steini. Það er þá 2-1 fyrir Musteri og spurning hvort að þau taki 3. mappið og þar að leiðandi leikinn eða eru djáknar með eitthvað svo kallað Ace Up Their Sleeve. Lelsari var að innvæta mér í grúpu, spurning hvort maður fari í Do Not Disturb. Já, ok. Interesting. Já, hérna sjáum við síðustu bara verið sama line-up hjá Musteri og í senasta leik. En í djáknum er No Mistake komin yfir Ash og Slugsi á Torbjörn. Jensai á Sarja, Bauni á Ræn, Veffli á Önu og Dragonsli er komin yfir á Mercy. Já, það var alveg leiðrætt okkur, Musteri vs Torbjörn, þá var tekið þarna Dorado. Já, ok. Mikið alveg mistum að því. En já, áhugavert þarna defend hjá djáknum. Torfturfið getur samt oft verið mjög erfitt að díla við ef það er vel playsað. Bauna er hent niður, verður honum punchað niður í mjög miklu vandræðum og er fellur fyrir Shameless. Skemmtilegt, segja fyrir því að Shameless náði pinninu. Kom svo sem ekki óvart. Það ætlar hann að bæta með þessi, við sjáum hérna No Mistake í bakinu á Musteri að drepa Measly Fox. Nær hann fleiri killum? Nei, hann fellur. Og þau ná fyrsta punkt. Shameless er frekar lár hérna, hvort hann fær nógu healing frá Wi-Fi. Hann er að halda pressu á Bauna. Sjáum við Slugsa eitthvað að reyna að henda út fyrir damage. Measly er komin inn í spilið, hún er mjög low. Twintail er að heala hana. Shameless er mjög low líka. Jojo að reyna að refsa Slugsa gengur ekki. Master er komin í bakið á þeim. Heaven, minni ég. Fyrir ofan þá. Nær hann einhvern killum hér. Sjáum hérna handle damage á Vöffli. Twintail poppar Valkyrie. Sjáum hér að Wi-Fi Shameless er með Shatter. Hann hittir því ekki. Frábært blokk frá Bauna. Bauna kemur með svar með öðru Shatteri. Measly Fox hendir í barrage. Sjáum að Shameless, Bauni er nanoaður. Shameless nær pinni á Bauna. Bauni er 1 HP. Gæti ekki verið lægri, hann er dauður. Twintail Fox nær ressi á Measly. Jojo kemur inn að reyna að stála en það er einhvern veginn að ganga hjá honum. En Jensai? Hann fellur samt sem aður. Já, hann Jensai menni, afsakið þetta. Shameless að halda pressu. Master handle damage í Measly Fox líka.
Þeir eru svolítið mikið bara að ýta þeim út í horn í musturum. Poppar Væsor, hann Slugsi. Seamless mjög low. Hann þarf að bakka. Hann getur farið inn aftur núna. Setja pressu. Master poppar Væsor. Frábært shatter frá Seamless. Graf frá Jensai. En þeir falla samt sem áður. No Mistake að reyna að snerta punktinn. Getur því miður ekki. Nú erum við 4,5 mínútu eftir. Í musteri. Mér sýnist að að djáknar eru kannski að missa svolítið haus. Þeir eru svolítið að staðsetja sig svona frekar skringilega að mínum mati. Ekki að taka of mikið, tóku ekkert high ground eða eitthvað svoleiðis í mappinu, nema náttúrulega bara fyrsta punkt. Þeir eru svona að reyna að spila defensively en eru samt að missa að fella í rauninu þóttir eru að bakka þegar þau pusha. Já, mér sýnist bara musteri vera að ýta þeim út í horni eins og ég sagði áðan að Seamless er að halda gríðarlegri pressu á töngunum í djáknum. Við sjáum hér að í djáknum er No Mistake komin að vera Widow, Bauni á Rein, Veffli á Önu. Dragonslayer er á Mercy, Jensai er á Hawk og Slugsi fer líklegast Soldier eða Reaper sem hann er búinn að vera að spila seinustu leiki. Ég ætla að betta á Reaper. Aha. Doomfist. Ok. Ekki eins og nálægt því. Og í musteri það er Twintail Fox á Mercy, Meisili Fox á Ash, Master á Soldier, Wifey á Moira og Jojo Zarya og Shameless á Reinhardt. Í rauninni bara sama setup og þeir eru búin að vera að runna held ég en fyrsta map. Hérna sjáum við að Slugsi, hann ætlar að fara í baki á þeim. Kannski ýta einhverjum út af og þá getur Jensai fengið kannski góðan húk. Hann kemur hérna hægt og rólega, nær Wifey, en fellur samt sem áður og No Mistake fellur fyrir Meisili. RS á Wifey. Þannig að þetta er 4v6. Seamless droppar, ákvæður hann droppa með liði, það er mjög gott plan. Taka spacið. Slugsi ætlar að gera eitthvað skandal hérna, ná kannski öðru killi. Nei, hann hoppar bara beint út. Sjáum að Jensai að reyna að ná einhverjum possibilities fyrir húk. Næ Jojo! Jojo er hálfur. Slugsi fer inn, tekur Meisili. Seamless reyndi að ná charge kill. Slugsi er mjög low. Á meðan No Mistake er low líka að reyna að ná einhverjum hausum hérna. Master er hálfur. Slugsi tekur Master. Meisili er að koma tilbaka. Jojo er sleppt. Wifey er tekin af Slugsa. Slugsa er að éta baklalið. Pinn á Seamless. Hendur í shatter. Á Jensai. Bobbin er hendur út af Meisili. Jojo hendur út Graviton. Dragonslayer fellur. Twintail Fox er að valka. Það er Meteor Strike. Hann fer tilbaka nær. Defensive Meteor Strike. Jojo. Nú verða að djákna bara að falla. Bakka. Alltaf bakka. Já. Fall back. En það er svakalega frábær kill frá Slugsa á Doomfist. Gaman að sjá hann spila hann. No Mistake tekur Meisili Fox en spurning hvort að... Nei. Twintail Fox, nei, hún er soldið aftarlega. Hún gæti líklegast ekki farið þar sem að núna er Slugsi að passa upp á líkið hjá Meisili. Wifey er mjög low. Shiftar út. Slugsi ætlar að fara í frábært shatter frá Bauna. Seamless samt counter-charge þannig að hann næri ekki charge-unu á... Jensai poppar Holehawk í baklínunni á Meisili og Jojo. Slugsi er að refsa Meisili hrikalega. Jensai er komin sterkur inn í frontlínuna. Sjáum hérna Master og Meisili ætla greinilega að fara high ground. Með
Er það Shameless með líka? Nei, hann er á loknátt líka. Sluxi er svolítið low, hann er í svolítið babba, hann þarf að bakka. Jensa heitir ekki húknum sínum. Núna er Master og Meisli með mjög sterkt high ground control. Sluxi er að deyja af höndum Jojo. Sjáum hvað djáknar gera hér í þessari stöðu. Þeir þurfa að stabilisa svolítið. Master og Meisli að taka no mistake. Núna er Musteri bara með high ground control og erfitt fyrir djákna að kontesta það þar. Sluxi komin yfir á Ash. Shameless er með Shatter. Það minnst rosa líklegt að hann fara að hendi það eftir smásnum þegar hann fara að pussa upp hérna á rampinn. No mistake nær Master, Twinflux er samt með ressi tilbúið. Nær fínu ressi hérna, en Meisli fellur bara sekundu eftir það. En djáknar með hrikalega góða pressu á Musteri. Það neyðast bara til þess að bakka. Master tekur no mistake samt sem áður og hann er með high groundið. Reynir að refsa liðinu. Jojo hendur út Graviton. Shameless er shattered af Bauna. Bauna er nanóð. Meisli Fox er komið í bakið á þeim með Bob. Nei. Bobbin er hendur út. Tekur báða healerana. Master er... hann nær Jensai. Meisli tekur undan Jensai, hjálpar Master að lifa. Musteri notuðu Bob, Visor, Coalescence og Graviton. En þeir eru ennþá með Valkyrie og Shatter. Svo veit að Master er mjög góður í að farma úti. Sjá hérna Sluxa í bakinu á Master og þeir poppa Infrared. Master er að refsa no mistake. En þeir eru báðir í baklínu. Jojo er eitthvað að reyna að kíkja og sjá hvort hann sér eitthvað. Núna eru djáknar með high ground control. En Master er að fara í bakið á no mistake. Tekur no mistake. Ná ekki ressi á Meisli því miður. Það er bara Jensai og Sluxi á punktum. Þau ná B. Jojo er samt að taka Sluxa. Þau ætla líklegast að halda bara framalega, eða hvað? Gæti verið sterkur leikur að vera að taka high ground control hérna ef Master og Meisli Fox fara upp. Sýnst Meisli gera það. Hún þarf reyndar Mercy boostið frá Twintail, en ég held að Twintail vilji spila þetta frekar safe. Jojo er mjög low. Bauni er að refsa þeim hérna í frontlínunni. Shameless reynir aftur að ná charge kill. Gengur ekki eins vel á að ganga. Meisli nær að komast í burtu. Flottur Bob hjá henni. 5 shatter frá Bauna. Shameless mjög low. Master nær að lifa. Einhverjum ástæðum, ég veit ekki alveg okkur hvernig. Við sjáum þetta no mistake að koma í baki af núna á high ground. Nær hann einhverjum killum. Shameless fellur. Djáknar hafa 60 sekundur til þess að ná 3. punkt. No mistake fellur. DPS-arnir í Musteri er að halda góðri pressu á djáknum. Muffley-out fellur, Sluxi fellur. Þeir þurfa að bakka hérna, þeir ætla að ná einu góðu ríkurfi. Sjáum að Dragon Slayer bakkar út. Þeir halda lífi, þeir hafa 26 sekundur. Þeir þurfa að vera fljótir að grúpa, kannski að Muffley-out er með nano. Þeir eru með bæði supportnoltin í djáknum. Meisli er sterk á high ground, Master í bakinu að refsa healerunum.
Shameless tekur no mistake. Hvaðan kom þetta? Frábært shatter hjá Shameless. Visor og Musteri vinna Sigur, 3-1 leikinn. fyrir Musteri. Svakalega vel spilað hjá Musteri. Play of the game. Jojo með hennar play of the game, sjáum hvernig eitt fínt Graviton kannski. Vel spilað hjá honum. Tekur hérna 3. Svakalega vel spilað hjá honum. Þá bara leikur. Henda hérna í Caster Ams. Kams, já. En þetta var svakalega vel spilað hjá Musteri með hjá DPS-unum þeirra að gjörsamlega refsa þeim að taka ekki high ground í djáknum. Og þau voru semi-uncontested, það er stundum sem þau fóru upp hérna í baki á þeim, hérna No Mistake og Sluxi, en einhvern veginn náðu ekki að kontesta eins vel og þau hefðu getið gert. Er einhver punktar sem þú tókst eftir? Nei, það er bara aðalega bara það að Musteri var með svo ríkilega gott frontline, voru með svo góða pressu. Líka bara DPS-ið sko, hjá Meitli. Já, það er Og líka bara hjá Master sko, þeir voru að setja svo mikla pressu á liðið. Akkurat. Það var svakalegt. Og líka bara hvernig Twintail var bara að pocketa og... Spurningum að hoppa yfir í... Já, heitt Discordið. Yes. Bara búm. Svona, ætlum að fá Dragon Slayer sem er þarf að taka viðtal fyrir djáknana. Gaman að heyra frá þeim. Velkomin. Velkomin. Við erum hress og kátt. Þetta var svakalegir leikur hjá okkur. Já, þau voru mjög close allavega. Já, þetta var mjög close leikir. Alveg. Virkilega gaman sko. Mjög vel spilað á báðum áttum. Já, það kann verið. Var eitthvað sem þér fannst kannski hefði mátt bara öðruvísi eða betur á einhvern hátt? Já, klárlega sko. Við töpuð þar að það er eitthvað sem hefði átt að fara betur sko. Við höfum átt að díla við föruna til dæmis miklu betur, fara Messi, eins og í Volskæja. Akkurat. Þeir eru mjög sterkir í að takka með föruna, eins og sást. Við náðum bara enga veginn að countera það sko. Þú ættu kannski náða að klára mappið þannig en afkomir sterkir tilbaka á móti. Akkurat. Tókum líka eftir að þeir tóku svolítið mikið high ground control af ykkur. Já. Og svolítið erfitt fyrir ykkur að kontesta föruna þegar hún er bara, þegar Master er í bakinu á einhverja kýtl ykkur. Já, klálega sko. Þeir voru mjög góðir, mjög skipulagðir, mjög sterkt lið sem þeir eru með sko. Akkurat. Sammála því. Er eitthvað svona frá Analytics Desk sem þið viljið koma frá okkur? Hvað segirðu? Já, bara það... Sko... Já, eins og Hanzo-in sko. Þeir eru með góðan Hanzo. No Mistake. Já, hann er mjög sterkur Hanzo, sterkur Vittor líka. Já. Hann var alveg að skjóta hausa í fyrstu 2 leikjurum, hvort það voru eitthvað sem er þreyttur í Dorado. Sáum ekki mikið frá honum þar. Já. Já, kannski líka. Síðan líka búið erfitt svona, eins og þeir náttúrulega pössuðu sig að taka þarna föru út af Hanzo-inum líka og þannig. Því að hann var að gera svakalega vinnu þegar þeir voru ekki að föru. Já, nákvæmlega sko. Við náðum ekki að defenda nú vel eins og við vildum gera sko. Þeir voru svo rosalega aggressívir. Já, þeir voru það. Og hvernig er þessi næsta mót? Vitið þið það? Ekki eins og það veitum við ekki, en það myndi örugglega vera bara... Já, var það ekki líka þetta spurninguna Steini? Áframhaldið það? Steini hérna? Jú, ég er hér.
Jú, þú kottaði mig alveg off guard. En jú, svona eftir mótið, hvað svona, eitthvað plan að halda áfram sem lið eða og halda áfram að keppa? Kannski ekki keppa, sko, við erum ekki alveg það fókusera á þetta, en við varum mjög til í að taka þátt í fleiri svona mótum, sko. Já. Þetta er geggjað líka bara að koma inn í þóttu við sem neðri bracket en ná samt sterkur 5. sæti núna. Já. Það er bara geggjur tilfinning. Við fórum inn í þetta bara til að hafa gaman og erum sáttu við að vinna sko 1 map. Við náðum að vinna 1 leik og 2 map þannig sko. Já, það er bara mjög fínn árangur svona fyrir fyrsta mót og er þetta ekki svona fyrsta sem þið spilið saman á þú veist svona keppnislevel eða þú veist? Jú, klálega sko. Þetta er nýtt fyrir okkur sko. Við tökum marga punktar úr þessu. Þetta er nýtt fyrir marga í þessu móti að keppa. Sérstaklega í Overwatch. Já, þetta er svo skrítið, svo allt öðru sem komp sko. Maður var orðinn svo vanur svona kompspilun, svona hvernig maður spilaði komp, síðan fer maður yfir skrim og það er svona miklu þægilegra, svona komps verður miklu þægilegri og veist hvað liðið þetta er að gera. Síðan þegar maður fer úr þessu og aftur í komp, þá er svona, ég veit ekki hvað ég gera, hvað er liðið mitt að gera, af hverju er hann komin í baki allt í einu, veist. Það er miklu meira svona, analytics í hausnum á manni þegar maður, fer úr skrimmi yfir í komp, þá er maður bara, hvað er rótokkarinn að gera? Hvað er hann að staðsetja sig? Það er svolítið mikið þannig að, þegar maður er búin að vera að spila með liðinu sínu í skrims, þá svona, er maður fastur í því hugafari, þannig að maður getur ekkert klæma kannski eins mikið í komp út af því að það virkar ekkert þannig. Já, bara communication er svo mikið key í þessum leik, sko. Algjörlega. Já, og ég líka bara svo mikið til í það að Overwatch sem er svona gamall leikur og var svona þannig hálfdauður að við séum að ná að halda svona mót, það er bara geggjað. Svo ætlum við líka að nefna að með contenders, Steini. Já. Ef þeir vildu spila aftur í mótum. Ef þið hafið áhuga, þá er opið mót, eða svona Evrópumót. Það kostar ekkert að taka þátt og það er opið öllum. Það eru 2000 dalir í heildarverðlaun. Fyrsta fær 1000, annað fær 500 og þriðja og fjórða fá 250. Og eina sem þarf að gera er að fara inn á ég skal bara linka í chat en já, og þau efstu liðin sem er vinna hafa möguleika á að fara í evrópska contenders-deildina sem er þessi beint fyrir neðan Overwatch League. Já, ok, þetta þannig ef það er eitthvað sem þið hafi áhuga á, það er allavega, væri definitíli skemmtilegt að sjá sko fleiri lið úr almenna bygganum að taka þátt í því í rauninni. Já, það maður að teka þessu. Það er mjög spennandi. Overwatch Ísland ætla líka að stríma leikjum hjá íslenskum liðum sem taka þátt í þessu móti. Já, ok. Aðeins að peppa liðið. Já. Það er að það er gott að þá eru allir komnir með mjög góða æfingu í að skrimma og fara beint úr almenna byggjum í þetta mót. Þá kannski getur Ísland komið með nokkur sterk lið inn í þetta mót. Inn í bara senuna, senuna, erlendu senuna. Já, við eigum alveg mikið inn í það sko. Akkurat. En ég held að ég sé ekki með neina fleiri punkta þessu sinni. Er Lilja eða Dan eða Sigfinnur með eitthvað fleiri punkta? Ekki eins og sko hjá mér. Já, það var alltaf eins og Jens sagði líka sko. Maður tók eftir mikið að hann var að reyna að gera eitthvað í förinni sko. Svona að reyna að hogga hana niður og þannig. Já, hann náði alveg einu tveimur mjög og húksa. Við sáum það á Kings Row, við sáum húkka Maisel bara. Já, hann er sterkur á húkunum sko, mjög góð húkur. Yes. En já, takk fyrir bara að vera að kasta leiknum okkur. Bara takk kærlega fyrir leikinn og bara endilega haldið áfram. Það er greinilega mikið efnilegum spilurum í liðinu. Það er bara málið bara að halda áfram að æfa sig. Yes. Já, takk fyrir það. Það við takk fyrir þetta spjall. Já, sjáumst vonandi bara eftir mann seinna. Já, endilega. Bye. Jæja. Þá er það Twin Tail Fox
hún Jana sem kemur í næsta viðtal, Já. vinningsliðið Musteri. Já. Kannski henda henni inn. Not koma. Já, ég sendi henni líka skilabóð. Þarna er þetta. Bless og sæl. Halló, halló. Velkomin til hamingju með sigurinn. Takk hérlega fyrir. Mm. Þetta bara er Þetta var svakalega vel spilað hjá okkur, skal ég segja. Takk hérlega fyrir. Við nefnilega þurftum að fá Wi-Fi bara, við fengum hana bara í dag. Já, hún var náttúrulega í öðru liði. Já, hún var í útlögum. Já. Alveg rétt. Yes. Geggjað að fá hana inn þar sem að... Já. Já, ég bara bana hátíði eitthvað. Geggjað. Bara aðeinslegt að það virka svona vel. Til líka spila mjög vel saman, þannig að þú getur bara fókusað á að, að halda DPS-unum uppi og hún sá bara rest. Já, við nefnilega höfum spilað saman, það við erum náttúrulega bestu vinkonur og eitthvað neitt, þannig að við spilum ótrúlega mikið saman þegar við höfum tíma. Akkurat. Þannig að við kunnum að spila með hvort aðri sem supportar. Það virkaði mjög vel fyrir okkur. Það er bara aðeinslegt, ég er í sjokki aftur. Þið tókur náttúrulega seinasta leik líka bara mjög close, en mér fannst þetta aðeins standa upp úr, þið voru aðeins meira svona organized, sjá ég. Já, ég sá að DPS, ég sá að Meisli og Master voru alveg með high ground control, eins og ég búin að nefna aðeins oft hérna. Ég er bara mjög stolt af því hversu liðið er bara búið að æfa það að vinna saman, hversu vel við vinnum saman. Akkurat. Ég vil líka nefna hérna með Shameless og þessi charge kills. Já, guð. Það var með 7 charge kill á, hvað var það, Valskæja? Já. Var í þeim leik og ég held að sko í Kings Row var hann með 5 eða 6 líka. Er hann með eitthvað tölu yfir heildina hvað hann chargeaði marga í þessu leik? Ég bara hef ekki hugmynd, ég vil ekki spyrja, en ég er bara stolt af honum. Svo lengi sem hann heldur sér á lífi, þá er ég stolt. Ok. Þannig að, já, ég get ekki verið neitt annað heldur en stolt að þessu liði. Akkurat, bara þegar það líka skilið, bara, þú veist, bara spiluðu ótrúlega vel í kvöld og þið tókuðu þetta bara með prýði. Já, það er alveg þannig. Er eitthvað sem þú vilt bæta við, Steini? Nei, þetta var bara gríðarlega vel spilað og þú voru greinlega komið gríðarlega sterk og orku mikil inn í leikinn og Djáknarnir náði einhvern veginn ekki að svara þessari orku, myndi ég segja. En Djáknarnir stóð sér vel. Já, þið gerðu það alveg 100%. Bara 100% stóð sér mjög vel. Alltaf no mistake á þessum Hansó var að gera ykkur grikkanna í smá tíma. Ég var að verða geðbiluð á honum. Og ég skil ekki hvernig hann náði mér í sum skiptin. Hansó er slipper í von. Hann er það. Bara mjög vel spila hjá þeim, öllum. Akkurat. Líka sniðugt sko að hafa tekið fara Mercy þarna á mótunum. Já. Við nefnilega, mér finnst það vera mjög sterkt hjá okkur út því að við Meisli erum mjög sterkar þegar við förum fara Mercy. Já, það sást alveg sko. Já, við erum náttúrulega búin að vera að æfa það alveg frá því að við urðum að liði. Þannig ég er bara mjög ánægð því hversu vel við virkum saman. Það kemur að þessu. Bara mjög vel spilað. Líka hvað er Jojo á Saria? Hann er búinn að standa sig mjög vel í leikjunum í kvöld. Alveg með bími þegar leysigeislan bara í rassinum á ofanleginu. Bara svakalega stolt af honum, bara stolt af öllum. Ég get ekki hægt að segja eins og það. Það er bara að gera. Gott að þið vitið það og allir aðrir vitið það líka. Ég er líka bara mjög ánægð hvað allir eru jákvæðir í öllum liðunum sem við erum búin að taka viðtal við þótt að það sé tap eða win. Þá einhvern veginn, þú veist, eru allir bara með haus og bara stoltir af liði sínum og hvað þetta er gaman. Já, klárlega, en það er þetta bara til gamans. Akkurat. Já. Gaman að sjá mikið af lower tier liðunum bara, þú veist, ég bara kemur á óvart hvað þið eru að bæta ykkur alveg bara ótrúlega mikið. Við sáum það í gær með útla
að þeir bara Klárlega. gjörbreyttu hvernig þeir spiluðu og bara, þetta, bara kortir í að þið farið í high tier, bara eftir smá. Já, bara, ég mun alveg sjá það að suma þessu lower tier muni enda upp í higher tier. Já, það kemur bara Á ekkert á engri óvart, sko. stundu. Nei, Það kemur ekkert á óvart. Það allir að bæta Klárlega. sig bara, 100%. rosalega, svo er ég svo bara, mér finnst það svo æðislegt, allir í liðin hjá mér eru bara að klæma svo svakalega mikið það ekki? eftir að þessi keppni byrjaði. Mhm. Bara, það er rosalegt að sjá hversu hátt allir eru komnir eftir að þessi keppni byrjaði. Mér finnst það Ég held að gæti líka verið meiri áhugi fyrir að spila leikinn, að, Nákvæmlega. að betrumbæta sig, bara fyrir móti líka. Það er eitthvað svona, hvað segir maður, svona, ekki ástæða þannig séð, en þú veist, Motivation. Motivation, Já. bara, já, ok, nú hef ég eitthvað til að, þú veist, nú langar mig að fyrir að spila óaðist til að geta bætt mig, til að geta spila vel á mótinu. Klárlega. Svo náttúrulega ef að það verður sko annar mót eftir þetta eða hugsanlega einhver deild, náttúrulega verður þá vonandi koma ennþá fleiri spilarar og taka þátt. Ég er svo innilega að vona það, bara Ísland er með svo marga æðislega spilara. Bara það væri svo æðislegt að sjá heila deild á Íslandi. Akkurat. Svo gætum við séð ekkert í framtíðin að það sé að vera að treyta spilurum í önnur lið og eins og ég sé þess núna. Kom í MBL, þessi keppnis spilaraskipti urðu á þessum liðum. Maður veit Það aldrei. kemur ekkert á óvart, maður veit aldrei. Nákvæmlega. En já. En tjatti vildi fá master í Ó, guð. í viðtal. Gæti þú Auðvitað. nokkuð henda á honum link? Ég skal gera það. Býttu nú við. Invite. People. Remember his birthday. Ég er búin að senda á hann invite. Ok. Þannig að- Þjóðin vill master í viðtal, segja nokkur Já. hérna. Mér finnst það skrítið að þið vildi ekki fá Shameless eftir öll þessi tjatti. Já, þessi Charskills. Já. Þetta er Ég áhugavert. held að ég var, sko, þetta var bara svona, ég bjóst alltaf við þessu, ég einhvern veginn alltaf bara, þú veist, það er bara eitthvað, nei, hann tekur annað Charskill, það er eina ferðin enn. Hann er farlega góður, það er bara þannig. Það er alltaf sagt við suma að við suma ræns að unbinda charge-takan, sko. En ég held að það á ekki við Shameless. Nei, alls ekki. Út af því að við náttúrulega, fyrst erum með Zarya, þá virkar þetta að hann verður bablaður og hann getur svo komið sér út. Akkurat. Við hugsum alltaf fyrirfram. Við sáum líka að þetta var yfirleitt alltaf plan. Var hann að kalla út þetta charge inn eða? Já, og stundum þá bara tókum við eftir því að sáum að var hægt, þannig að við bara gerðum það. Við bara, við reynum að kalla út sem mest og þannig, en stundum það bara gerist það. Sem er náttúrulega bara æðislegt og það allir kunna núna reakta yfir því hvernig hver gerir hvað. Já, akkurat. Það er svona meira individual skill í rauninni. Já. Þannig, en við náum bara að gera allt svo rosalega vel að þetta bara virkar. En auðvitað bara svakalega mikil æfingu bak við það og eitthvað þannig, þannig að já, þetta kemur allt með æfingu. Akkurat. Það er rétt. Það er bara þannig. En já, þið getur fengið masters í viðtölu. Þannig að ég ætla að hef ekkert meira að segja. Já, bara takk kærlega fyrir að koma í viðtöl og takk fyrir leikinn, þetta var gríðarlega skemmtilegt. Gaman að horfa á. Takk kærlega fyrir að stríma þessu. Já, minnsta málið, okkar ánægjan. Okkar er heiðurinn, nei. Heiðurinn, ánægjan. Heiðurinn. Okkar er, við þurfum að fara í íslensku kennslu eftir ef við ætlum að halda þessu áfram. En já, þá bara sjáum svo seinna. Já, sjáumst. Bye. Bye. Steini, ég held þessi tímið til að taka gríminn að þér og sýnir öllum að þú sért actually Huffy. Já, ó. Þetta Huffa-tjatt er ekki með að hætta allan leikinn. Ætlar master að koma inn? Sjáum til. Ég ætla að
stökkva snöggt á salerni meðan hann er ekki kominn inn þá en kem eftir nokkra mín. Ég þarf alveg líka á klóstið. Viljum við ekki fá eitt þarna... If you can't do deadlift. Halló Master, velkomin. Vildi Líðurinn fá mig í viðtal? Já, Líðurinn vildi fá þig. Hvernig ertu eftir leikinn? Herru, ég er bara frábær. Þetta var bara frábærlega vel spilað á báðum liðum. Algjörlega. Varst að standa vel sem Soldier og komst oft í baki á liðinu eða svona fækst gott engul og náður að hendi Væsur og ná nokkrum Já, pikum. algjörlega. Ég Reaper var ekki alveg að ganga í fyrsta mappinu. Þannig að ég fór bara Soldier á bara þægilegt pick. Já. Og bara að setja pressu á þess að Vittu í hann sem var að hoppa alveg nokkra í okkur. Var eitthvað svona þótt þetta hafi verið sigur, var eitthvað sem þér fannst kannski hefði mátt fara öðruvísi eða betur eða hefði getað farið verr? Í rauninni ekki sko, ég er mjög melló með þetta, bara chilla, skemmta mér, bara fer inn í leikinn bara til þess að skemmta mér sko, ég er ekkert að spá í neinum major improvements sem við hefum getað gert. Nei. En það er náttúrulega alveg einn og einn hlutur sem hefði mátt gera betur en þetta fór bara mjög vel. Algjörlega. Hvernig er það? Ætlar þú að halda áfram í keppnissenunni eftir þetta mót? Eða þú veist, heldur þú munir halda áfram að spila? Já, algjörlega. Ég mun halda áfram og kannski kíkja eitthvað í tank ef það er hægt sko. Já. Ég er svona meira á tank heldur en DPS en ég get alveg spila bæði. Náttúrulega lágu við það sko að þeir þurftu ekkert tvo tanka, náttúrulega Shameless var náttúrulega bara að chargea hérna hægri vinstri og... Hann mætti segja að hann hafi verið að carrya þetta smá sko, það er bara... Hann bara MVP of the match sko. Algjörlega. Það er ég að segja sko. Hann með nokkur annað góð shatters og maður sá hann bara fljúandi hægri vinstri sko. Hann var bara á okkur ljóshraða þannig að hann vissi aldrei hvað hann var. Eru eitthvað svona shoutouts eitthvað svona svoleið sem þú vilt koma á framfæri? Herru, það er bara shoutout á, ef ég má shoutout á Clash of Clans klanið mitt. Þá er það Grjóni Splæsir sko, það er bara... Grjóni Splæsir í Clash of Clans? Já, Grjóni Splæsir í Clash of Clans. Hvað, ertu ekki í top town hall level eða? Ég á okkur 5 akkánta, meitna max. Já, sælir. Alveg 100% maxaður sko. Maður er svona, alveg sveittur í Clash sko. Jæja. Lilja komin tilbaka. Ekki þetta. Maður sjá. Master er mættur. Já. Hefur hann eitthvað skemmtilegt að segja? Alltaf mikið. Hann að segja ykkur á Clash of Clans stóttir hans? Já, er það svoleiðis? Já, það er svoleiðis. En hvað voruð þið búin að tala um hérna? Var það bara Það voru charging hjá Shameless og Master hafi náð góðum angles með væsunum og fengið góð picks. Akkurat, þú varst alltaf einhvern veginn á hægrandinu í baklínunni eitthvað að leika þig bara. Já, sérstaklega í seinasta leiknum sko, þá í rauninni komist þau ekkert upp á hægrandi. Soldier og Ash voru að reyna eitthvað að komast en ég hélt bara stóð fast vörð, bara stóð the gates are closed, you can't come up here. Já, bara ekki séns að ég fór að leyfa þeim að komast upp á hægrandi að ná okkur picks, að það geta farið illa. Það var eiginlega svona eina svona vinkondísjonið ef þeir geta fyrir þá sko, ef þeir hafa náð hægrandin af ykkur þá hefði haft sko meira vesen að
að halda henni tilbaka held ég sko. Já, algjörlega og líka bara mjög mikilvægt að þessi Widow fékk ekki þetta pláss Akkurat. sem aðrar Widows hafa verið að fá á móti okkur. Akkurat. Það er svona eina sem er búið að imprúfa og besta Widow alveg. Svo er fyrirliðin ykkar að senda mér skilaboð þannig að það er skemmtilegt fakt Mystery. Það er ekki búið að vera sama support line-up í neinum af leikjunum þeirra. Það er það sem að fyrirliðin veiktist og þurfti að leggjast inn á spítala. Já, það er búið að vera smá vesen á supportunum en það er reddast. Þetta hefur reddast. Þetta hefur reddast en sko það er skemmtilega til að það hefur ekkert verið neitt vandamál að fá neitt nýjan inn. Nei, akkurat. Bara eins og þeir hafi bara verið að spila með okkur, bara að æfa með okkur. Allir sem kom inn. Gott synergy. Já, bara mjög gott. Það er alltaf ekki meira frá mér held ég en frá þér Steini. Nei, ég hef ekkert meira á minni könnu. Ekkert meira á dundunni. Er ekki mikið vatn í könnunni núna? Þeir náttúrulega komið í útsláttukeppnina. Já. Þeir annarkvort að fara að spila á móti kartöflum með hræðjum. Er eitthvað annarkvort liðið sem þið viljið frekar spila við? Ég væri alveg til að lenda á móti kartöflunum. Félaginn minn, hann er mjög mikill kartöflumaður. Og mér langar ekki, ég vill ekki hljóma leiðilega, mér langar að vinna bara til þess að óna þennan félaga sko. Já, ég meina það er alltaf Rústa kartöflunum. Já, rústa kartöflunum. Henda þeim beint í ofan í oljuna og... Já, bara steikja þær. Og steikja þær bara. Steikja þær. Steikja þessar kartöflur. Bara 23 sko, ég var að panta sér franskar. En ég veit að kartöflur eru búin að standa sig mjög vel í þessu móti. Já, algjörlega. Þeir eru með sterkt lið og sterka DPS-a. Akkurat. Við vorum að skrimma á móti en núna bara við döndum. Þeir eru með mjög sterkt lið. Ég myndi alveg hafa áhyggjur á því að keppa á móti þeim en... Það er bara gaman. Já, þetta er allt skemmtun. Bara búið að vera frábært. Það var allavega ekki meira frá mér en þér Steini? Nei, ég held að við segjum það bara gott í viðtölum. Við viljum bara þakka kærlega fyrir komuna, Masters, gríðarlega vel spilað. Takk kærlega fyrir og bara takk fyrir að streyma leiknum og vera hana. Okkur var ánægðan. Takk kærlega. Bye bye. Bless. Gangi ykkur vel í komandi leikjum. Hvað? Góðir leikir. Mystery tekur sigur og er komið áfram í útsláttarkeppni þar sem kartöflur, hræðjar, berserkir og Mystery slást saman. Það er gaman að sjá það. Svo erum við að fara að kasta leik á morgun klukkan 9. Var það ekki? Er ég að bulla? Jú, Mikið passa það rétt. ekki. Atgerar á móti bölvun. Atgerar á móti bölvun. Strumpur segir make me do 5 push-ups. Það er ekki að fara að gera eitthvað aðeins marbjörnum að... Ég held Jú, það þetta sko. er alltaf 100 eitthvað í þér ennþá sko. Þetta er ekki að koma hátt upp í 200. Já, ég held það. Ég er ennþá að safna mínum stigum sko. Já, ég kom með 3000 stig sko. Þannig að það er tilbúin. Ég er með 4 stig. En ég vil ekki gera steina eins og ég gera frekar í ykkur öðru strími þegar hann búinn að taka sér 200 eða búinn að kasta sér 200. Búinn að taka sér 200, ég held að það klárast aldrei sko. Alltaf vera að bætast eitthvað meira og meira við. Það er ístarta stríminu